Ég heiti Ari og ég hérna með Bjarna með mér og við ætlum að tala íþróttasálfræði en ég ætla að spyrja Bjarna af hverju völdu við? Já, við völdum íþróttasálfræði vegna þess, við erum allir í íþróttum og bara þetta höfða til okkar og okkur langar bara að rannsaka málið betur. Já, einfaldlega málið. Síðan Rúnar á myndavélinni, allan vídeói. Sepp. Hvað fjallar eiginlega íþróttasálfræði og svona, hver eru helstu viðfangsefni hennar? Þetta er góð spurning, Ari. Þá skal ég bara útskýra það fyrir ykkur, kæri hlustandi. Sko, íþróttasálfræðin rannsakar hvernig sálfræðilegi þættir hafa áhrif á frammistöðu í íþróttum. Það er svona hvað það fjallar alveg og helstu viðfangsefni hennar eru hvernig íþróttafólk getur aukið sjálfstraust sitt, stjórnað streitu og kvíða og bætt árangur með hugarþjálfun. Já, sjálfstraust er náttúrulega risastór partur af Það er bara konkrét dæmi að vera með það til að vera að komast langt í íþróttum, sko. Ég ætla að spyrja þig eitt hugtak sem er í íþróttasálfræði og það er sjónræn ímyndun eða visualization. Geturðu svona sagt aðeins frá því? Það sjónræn ímyndun eða visualization, eins og maður segir, það er þegar íþróttamaðurinn, hann hugsar fyrir leik, eða keppni eða hvað sem er, hvað hann ætlar að gera í leiknum. Hann hugsar það, ímyndar sér það og þegar hann kemur þá í leikinn að keppna, þá verður hann með meiri einbeitingu og bara veit hvað hann ætlar að gera. Til dæmis eitt dæmi, eins og fótboltamaður sem taka víti. Eitt frægur fótboltamaður sem er mjög góður í vítum. Daginn fyrir leik, þá er hann alltaf komið með á hreinu hvað hann ætlar að skjóta ef hann fær víti. Þannig að hann er komið í hausinn á sér, ímyndar sér aðstæður og ákveður deginum fyrir leik hvernig hann ætlar að skjóta og hann er með bestu vítaskjótum í heims í dag. Þetta er pjúra dæmi sjónræna ímyndun. Þetta er helviti merkilegu punktur, Sálfur. Aðalhópar í íþróttasálfræði eru náttúrulega aðalega íþróttafólkið, þjálfararnir og allir sem koma í kringum í aðalíþróttina. Akkurát. En þetta fellur svona mjög mikið sálræna og svona stress, kvíða, sjálfstraust og það er það sem íþróttafólki þarf helst að takast á við. Og þess vegna er íþróttasálfræðin svona mikilvæg. Það byggist það alveg upp á það, á hennar hóp, sko. Akkurát. En við hvað vinna þessir virtu íþróttasálfræðingar við? Þeir vinna jú að mestu leyti með íþróttaliðum og jafnvel einstaklingum líka sem eru í íþróttum og hvað gera þeir helst? Þeir efla einstaklingina, þeir ganga í skuggum úr að vera engin kvíði hjá einstaklingum, bara hjálpast á við streitu og áreiti og bara hjálpa íþróttaaðilum að komast í gegnum þessa ótrúlega pressu sem er að vera íþróttamaður, bara keyra í gegnum hana. Það er svona þeirra helstu vinnubrögð og þeir eru mjög góðir í því. Helstu staðir þar sem íþróttasálfræðingar vinna er til dæmis á rannsóknarstofum, hjá íþróttaliðum og á svona meðferðarstofnunum til að koma fólki aftur upp á fætur sem að lokum bætir frammistöðu því ef þú ert ekki með kvíða, ekkert stress og sjálfstraustið er búið að aukast þá bætist frammistaðan. Jæja, þá er komið að við ætlum að taka eina rannsókn fyrir tengt íþróttasálfræði og það var meistarinn Albert nokkur Caron sem kom með mjög áhugaverð rannsókn en það var að hann rannsakaði hvernig samhugur og liðsheild hafa áhrif á frammistöðu liða. Þannig að bara, já, það var hans rannsókn efnið. Og Ari, hvernig fór rannsóknin fram? Það fyrsta sem hann gerði var að hann valdi nokkur lið svona úr ólíkum íþróttum og síðan notaði hann einhverja spurningalista til þess að meta svona samstöðu og hvað það stóð allir við baki á hverjum í liðum. Hversu náin lið voru. Og síðan var frammistaða liðana skráð niður og bara hvernig þeim gekk bara fyrir. Já, og síðan tók hann svona liðsæfingar fyrir og það var einn partur af liðunum fór í svona liðsheildaræfingar á meðan hin liðin voru bara venjulegum æfingum og skoðað var hvort að lið sem taka þátt í þessum liðsheildaræfingum ná betra árangri og í staðinn fyrir hin lið sem tók ekki þátt í. Þannig að hann tók bara þátt í venjulegum æfingum og hann komst að því að allavega meiri hluti þessar liðsheildaræfinga náði betra árangri heldur en bara með einhverjum venjulegum æfingum því það kom meiri samstaða, meira
chemistry. Tím og rað, sko, þetta var, já. Ef maður á að sletta. Og Albert Caron mjög stór í þessum liðsfjótar Bransa, sko, frá Englandi, partinu. algjör snillingur. En hvernig Fremstur meðal jafninga. Hvernig liðsheildaræfingar voru þetta? Voru þeir, þú veist... Þeir tóku þátt bara í svona byggju, fóru saman í svona... Gæti verið til dæmis bóðhlaup þar sem þú ert að gera millu. Gæti verið að kalla á þig. Fóru út að borða, byggja upp liðið. Hann var með alls konar svona rannsóknir. Nei, þessar liðsheildaræfingar voru, þeir fóru til dæmis út að borða saman liðið, hafði svona spurningaleiki hver aðra, bara ná byggja, bara draga nær saman sem í félag, vini. Og meðan hin lið voru bara að æfa venjulega stíft bara. Núna ætlum við að færa okkur yfir í svona þessa fræðimenn. Það fjallaði 2 virta fræðimenn. Og náttúrulega við vorum eiginlega búin að tala hann Albert Caron hérna á undan. En hann náttúrulega var bara einn af þessum frumkvöðlum sem talaði mjög mikið liðsheild og hversu mikilvæg hún í íþróttum. Þetta svona enska fyrirbærið group cohesion. Það var alveg hans bara sér grein og hann var mikill frumkvöðl, já, hann var bara með fyrstu. Gerði ótal margar rannsóknir og eina af þessum rannsóknum. Já, við fjöllum eina af þessar rannsóknum sem hann vann með. En hérna, við töluðum sjónræna ímyndun á og einn svona stærsti rannsakandi varðandi sjónræna ímyndun Terry Orley. Fæddur 46 í Kanada. Og hann einnig svona þróaði hugmyndir mikilvægi svona andlegra þjálfunar og hvernig svona hugrænu þættir eins og sjónræna ímyndun að ímynda sér scenaríu sem að gerast í leikjum og á vellinum geti stuðlað að betri árangri. Og hann, já, svona á sama level Albert Caron nema hann með sjónræna ímynduna á 100. Þannig að þetta eru okkar fræðimenn sem við völdum okkur list svo vel á. Það voru bara heldur myndarlegir og traustvekjandi menn, sko. Já, nú erum við búin að vera víðan völl varðandi íþróttasálfræði. Lærðum helling, eitthvað sem gæti kannski nýst okkur, við sem erum í fótboltanum. Og já, bara, hún mjög mikilvæg, íþróttasálfræðin. Bara varðandi alla þessa samkeppni og pressu sem í íþróttum nútildags. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að eiga góða og merka íþróttasálfræðinga í samfélaginu. Til að hlúa að atvinnumönnum, ekki atvinnumönnum, bara hverjum sem er. Bara takk fyrir okkur.